Góðan daginn, gott fólk. Ég ætla að byrja að venju á að slá í þessa fallegu skál og gefa tóninn. Það er alveg þörf á því að ég ætla að ræða svolítið svona erfiða tilfinningu. Ég ætla að ræða hatur. Einhver sem kannast við það. Allavega eru flestir sem að vilja ekki viðurkenna að þeir finni hatur innra með sér. Af því það er ljótt. Okkur er kennt að það er ljótt að hata og krakki segist hata einhvern þá sagði ekki segja svona ljótt. Þannig að tilfinningin að finnast maður hata einhvern, hún er bara, henni troðið hún í kjallara. Og hvað gerist þá? Hún magnast og skömmin kemur með og skömmin er nærri enn verri sko. Hatur er oft, í raun og veru lýsir það ótta. Man hatar einhvern þegar maður óttast tilverurétt sinn eða ef mann finnst á sér troðið eða einhver vilji manni virkilega illt, þá meikar alveg sens að maður finnir svona í hatan. Þetta er tilfinning og tilfinningar koma og fara. Þannig að það er að gera leyfin að flæði í gegn og ræðana en ekki tróðinni í kjallara þar til hún verður að sprengju eða hryðjuverkaárás. Þannig að við þurfum að ræða þetta. Í heiminum er fullt af hatri í dag og heiminum stýrist mjög mikið af hatri. Stríð er náttúrulega bara hatur, ótti. Þannig að hvað getum við gert? Við getum farið inn á við og skoða hvaðan kemur þetta. Hvaðan er þessi ótti, þessi hræðsla? Hvað er ég hræddið? Af hverju hata ég einhvern? Meikar það sens? Er raunveruleikinn sá að þessi manneskja eða einhver hópur eitthvað gæti virkilega tortímt mér? Þannig að já, kannski. Það er ekkert endilega útilokað í þessum heimi sem við lifum í. En vill maður hata? Nei, okkur ekki. Vegna þess að þeir illa með taugakerfi á manni. Og það býr til svakalega streitu. Þannig að hatrið bitnar á mér sjálfri. Rústar allum frið og það verður svona eins og, já ég veit ekki hvað, eldvarpa inn í mér. Þannig að við þurfum að hlusta á partinn sem hatar. Hvað get ég gert fyrir þig svo get ég róað þig? Elsku litla krútið mitt, að þetta er allt innri partar, hræddir innri partar sem vilja forða okkur frá þjáningu og sársauka. Og er jafnvel hræddir líf sitt. Hvað get ég gert fyrir þig? Elsku vinan mín, svo þið líði betur. Svo er það líka þannig ofta að okkur finnst við hata einhvern. Þá getum við kannski velt fyrir okkur, ok, ef það er einhver náinn fjölskyldumeðlimi til dæmis, af hverju finn ég hatur? Ef ég elska aðilann líka og svo, þetta er svolítið ruglingslegt. Ég elska og hata, þetta er svolítið nálægt hvort öðru. Þannig hvað maður leyfa sér að ok, ég finn alveg kærleika til þessara manneskju og ég elska hana svona 70%. Ég hata þessa hegðun í henni. Ég hata þegar þú gerir þetta. Kannski 30%. Eða öfugt. Þannig að það má líka leyfa sér það. Við erum algjörlega frjáls til að hafa þær tilfinningar sem við höfum. Algjörlega. Það er ekkert bannað, það er engin regla til. Tilfinningar bara koma og fara. Þannig leiðum við samþykkjum þær. Skoðum þær og virðum þær og hugsum hvað get ég gert til að róa þig svo þið líði betur núna. Ég er náttúrulega að tala við sjálfa mig. Þá kemur þetta. Þá svona stundum eins og það bara svona eins og að setja mýkingarefni í góðan heilaþvott. Það verður allt svona já, að því ég er frjáls til að hafa alla mína tilfinningar. Og hatri verður oft svona það víkur kannski smá og 70% af kærleikanum til manneskjunar blómstra meira. Prófa þetta. Ég mæli með því. Það er þessi virði. Og nú ætla ég að enda þetta hatur. Það er ekkert rosalega gaman að tala hatur en það er mikilvægt vegna þess að það stýrir oft okkar gjörðum í þessum heimi. Orðið bara í kringu þig, orðið bara á fréttirnar. Við höfum laust við þessu. Hún býr hið innra í hjartanu.
Og ég ætla að minna þig á að brosa til allra sem þú mætir í dag með hjartanu og sérstaklega þegar þú horfir í spegilinn.